Forfeður okkar búin til var saga sú. Þeir sátu út í Noregi og áttu börn og bú. En Haraldur með freki fór að þröngva þeirra hag. Þeir þutu út í skipin sín og kváðu þennan brag. Við gefumst aldrei upp þó móti blási. Á Íslandi við getum verið kóngar allir einn. Og látum engan yfir okkur ráða. Þó ýmsu vilji stjórna okkur bæði ljóst og leyn. Og Ingól þeir eltu hingað austan yfir haf. Og allir þóttu skarpar bera hverjum öðrum af. Og síðan hafa allir verið öllum fremri hér. Þó við höfum aldrei ráðið nema dönskum her. Við gefumst aldrei upp á móti blási. Á Íslandi við... Þetta bara til þess að varta að bankanum. Þetta bara að setja fiskinn á hausinn og ekkert annað. Hann áttar að fara þetta. Við erum búin að þetta fyrir 20 ára náttúrulega. Og svo bara að setja vinnslustöðina í börnum fyrir allt saman. Get ekki skilið svona helvítur skilja. Þú ert nú að tala hérna á þér. Hefur unga hagsmunageðtekningu. Hefur unga hagsmunageðtekningu. Það er þeir sem hafa hagsmunina. Ég sé gaman í þessari stöðu. Martin segðu mér eitthvað, hefur ykkur aldrei dottið til hugar að reyna að fá einhvern annan banka hérna? Ég man eftir því síðasta aðalfundi sem ég var hérna á vinnslustöðinni að það var að vera að borga meira í vexti heldur en í vinnumenn handa fólkinu. Svo eru þessir skarfar að segja ykkur fyrir verkum núna, segja ykkur saman. Það byggist allt upp á fólkinu hérna, sem er að vinna. En ég hef talað við Búnaðarbankann hér fyrir 2 árum og allir hugsaðar. Eitthvað á að koma þessi frá lafnapeningastöðu. Það á að koma þessi ekki til sótt. Já, það er nefnilega það. Þetta er áður útvegur að gera út pening. Það á vinnslustöðin nýtt í góðdóttir og sögumætti. Það er það nýtt. Það myndi vera rúm 5% á heildareiknumstöðu. Og það er það nýtt. Þetta er einhvern veginn með 60 milljónir í matsvörnóttur. Þetta 5-6 krónur. Styrkir hann á svipaðan eignarhald. Þetta er 50 milljónir. Já. Og þá rennur það í sameininguna.